20 stig, 10 fráköst. Þetta lítur ásættileg frammistaða eða eitthvað? Já, bara með að við vinnum þá er það fín. Já, það er mikilvægur leikur og sigur í höfn. Tryggir ykkur svona allavega næstu í 7. sæti, eitthvað áfram allavega. Já. Sátt við það? Já, auðvitað. Hvað var það sem að keyrði sigurinn fyrir ykkur? Bara liðsheildin. Við erum eitthvað saman. Þið hitta vel fyrir utan, það er eitthvað þessi leitið af? Já, á meðan við erum að setja hann, þá já. Næsti leikur á móti Haukum, er það allir stendur fyrir þann leikur? Já, það gefur mann svolítið búst inn í hann leik. Já, það ekki, komið ekki eitur þessar inn í þann leik þá tilbúin í sigur? Gaman að vinna. Sigur í mikilvægum leik, hvað var það sem skóp sigurinn? Já, það er góð spurning maður. Ég veit ekki, við bara svona eiginlega lögðum það upp að þetta væri bara einn af mörgum leikjum sem við eigum eftir og við pössum okkur á því að vera ekki að blása þetta of mikið sem einhvern hérna do or die leik hjá okkur. Mér fannst þið bara koma afslappar til leiks og hérna, við vorum bara að láta boltan ganga. Ég er bara voðalega stoltur af öllum sem kom inn á hjá mér. Ég hitta vel fyrir utan, er það fókusinn í okkur? Nei, alls ekki. Ég skammaði þegar að taka ómarga 3 stiga en stundum hlustar ekki og það er ágætt. Þannig að hérna, við reynum að leita meira á körfuna þegar við erum svona brothætt lið sem má ekki við að vera hérna, kasta upp allt á mörgum úrstunum. Stóru leikur í næsta leik á móti Haukum. Þetta eru bara allt stóru leikir hjá okkur. Já. Það er bara ekki flóknara það. Þetta er væntanlega eftir að gefa ykkur smá boost fyrir þann leik. Það ætti að gera það en við höfum svo sem lent í því áður hérna í vetur að vinna leik og verið með blúsandi sjálfstraust og haldið að heimurinn væri okkar og síðan bara kemur að skuldadögum og við getum ekki neitt í næsta leiku eftir. Þannig að það verður rosalegt hlutverk, erfitt hlutverk hjá mér og Otti að undirbúa liðið rétt og stemma rétt í næsta leik. Þetta fór ekki alveg eins og átt að fara í dag. Hvernig, hvað var það sem fór úrskeiðis? Ég held að þetta sé einn af þessum leikjum þar sem að það er svona eitthvað andlega hliðin eitthvað að stýra okkur. Eins vel að við getum spilað á móti toppliðunum og þá getum við spilað alveg svakalega illa á móti botliðunum, KR og Hamri. Og við erum búin að eiga 2 svona leiki, 3 svona leiki í vetur þar sem að við gjörsamlega komum ekki boltanum í körfuna. Rosalega erfitt að vinna leiki ef maður gerir það. Já. Hitti frekar illa, sá ég, það var eitthvað 26% nýting eða eitthvað. Það er ekki eitthvað sem þið að venjast eða? Nei, ég meina við erum ekki rosalega skorarar, en við spilum vel saman og við höfum náð að stríða toppliðunum og bara fyrir nokkrum dögum vorum við í hörkuleik á móti Grindavík og það var bara dómaraskandall að við skildum ekki taka þann leik. En það þurfti ekki í dag, við áttum aldrei séns í bara gott hamarslið. Það voru þarna 3 stelpur sem við gátum ekki stoppað og eina af þeim heitir Heiða. Hún átti bara frábæran leik en ég meina það voru 4 í allt sem skoruðu hjá Hamri og það dugði bara. Ja. Hvað tekur þú við núna? Bara að reyna að spilna á móti? Já, við verðum bara að vinna eitt af hinum liðunum. Við höfum fullt að leikjum eftir. Það er bara þannig. Við ætlum okkur aldrei að fara í gegnum þetta tímabil á eins og vinna bara Hamar. Það hefur verið skandall hvort þið er. Hvort við erum upp eða niður eða hvar við verðum. Fyrir mér er það ekki allt. Ég vil fá að sjá allavega góðan anda yfir liðinu, ekki eins og það er í kvöld.